Já, hvernig er það? Heyrist í mér? Þið eru mætt á frjókornafyrirlestur sem að byrja eftir 1 mínútu. Við erum aðeins að testa okkur hérna. Þá er hann orðinn. Hæ allsömmul og velkomin á frjókornafyrirlestur með mér Þórði Hermannsinni, lyfjafræðingi. Þetta er á vegum lyfju og við ætlum aðeins að spjalla hérna frjókorn, bara í stuttu máli, helstu kvillunum sem þið valda og hvað er til bragðs að taka ef að maður finnur fyrir frjókornunum. En svona til þess að byrja þetta, svo að þið skiljið til þess að skilja rót vandans, þá finnst mér við þurfa að útskýra aðeins í stuttu máli hvað frjókorn eru og hver eðli vandans er, sko. Núna frjókorn eru sem sagt bara svona duft í raun og veru sem að berst úr trjáum og plöntum og grasi og þetta er örfínt duft með agnir sem eru mikroskópiskar. Það er ekki hægt að sjá þær með berum augum í flestum tilfellum, sumar tegundir reyndar, en alla jafna þá er þetta svo lítið að maður sér þetta ekki með berum augum og þetta er þá úr vindfræfðum plöntum sem að eru æxlast þá með því að senda frjókornin sín út í vindinn og láta þau berast til annarra planta og eins og þið getið ímyndað ykkur þá er það svolítið svona ómarkviss aðferð til æxlunar fyrir plöntunar og þess vegna að þá eiga þeirra til að búa þetta til í mjög miklu magni og vonast til þess að eitthvað lítið magn hitti á réttan stað og það þýðir að það er bara á sumrin sérstaklega er bara mælist frjókorn stanslaust í loftinu og þetta smýgur inn út allt, fer inn glugga, inn hurðir og inn loftræstikerfi og bíla og smýgur þar lendir í augunum okkar og nefi og slímhúðum og getur verið til trafala þar. En svo þið skiljið að hvert einasta frjókorn er sem sagt í raun og veru hylki sem að ber erfðaefni eða bara á formi litninga og utan á þessum hylkjum sitja lítil prótein sem að svona ákveðnir ónæmisvakar sem að við höfum sem partur af ónæmiskerfinu okkar, þeir kveikja á þessum próteinum hjá þeim sem eru með frjókornaónæmi og þá bregst líkaminn við með því að gera svona ákveðna svörun, sko. Þetta er bara svipað eins og þegar að veira lendir í eða baktería kemur inn í öndunarveginn eða í augum eða eitthvað, að þá byrja svona ákveðið ferli þar sem ónæmiskerfið er að svara og þegar maður pælir í því að þetta eru agna smá hylki með erfðaefni og prótínum utan á, þetta er í raun og veru ekki svo skrítið að líkaminn bregst svona við, sko, því að þetta eru bara lífrænt efni sem er þá bara algjörlega óþekkt fyrir líkamann og sum blóðkorn eru nú einhvern tímann, þau eru svona cirka kannski 25 mikrómetrar að stærð, hvít blóðkorn, en sum frjókorn eru 15 mikrómetrar og upp og þess vegna er þetta bara til þess að gefa ykkur svona skalan á því hversu lítil þau raunverulega eru, að þannig komast þau inn út allt í líkamanum. En já, hvenær er frjókornatímabilið? Við megum eiga vona á frjókornaónæmi í kringum, að byrja í kringum apríl, þá eru aspirnar fyrstar og það er ónæmið sem að ég finn alltaf fyrir þessu snemmsumars og
og margir aðrir og þá koma líka birki, stundum með birkitrén á undan sko, birkifrjóin og en síðan seinna með sumrinu í júní og svo út september að þá grasið sem stendur sem hæst. Þannig ef að þú ert einstaklingur sem ert með frjókornaofnæmi núna en varst ekki með mikið í maí að þá geti hafa möguleiki að þú sért með meira ofnæmi fyrir grasi heldur en fyrir birkifrjóum til dæmis. En allavega þú veist að þá getur þetta samt, þetta fer inn út allt og getur stoppað í loftræstikerfum og eins og ég talaði áðan og þess vegna þú veist endar þetta stundum með því að vera langt fram eftir því. Ég þekki til dæmis sögu af, ég heyrði sögu bara daginn af bíl sem hefði staðið heilt sumar og svo þegar eigandi bílsins sett hann í gang í lok sumars að þá voru frjókorn búin að safnast upp þar og þá byrjaði allt í einu, þú veist, tók ofnæmis svona síðbúið ofnæmiskast út af því. En maður finnur eiginlega ekki, eða svona yfirleitt ekki fyrir einkennum frjókornaofnæmis fyrir en það verða að minnstakosti 10 til 20 frjókorn per fermeter á í andrúmslofti og dæmigerð einkenni eru hnerri og nefrennsli, nefstífla, kannski rauð og tárvot augu, kláði í augum, jafnvel kláði í koki og getur líka í sumum tilfellum verið neðar í öndunarvegi svo sem í lungum svona, og þá talaði ofnæmisasma, sérstaklega ef maður astmasjúklingur bara almennt að þá finnur maður oft fyrir einkennum þar og það sjaldgæft að maður finnir fyrir hausverk, hita og beinverkjum eins og með kvef. Þannig ef einhver að spá, þú veist hvort ertu með kvef eða með frjókornaofnæmi þá geturðu reynt að hugsa til þess, þú veist, hvaða árstími þú veist, gerist þetta alltaf á sama árstíma. Einkennir geta verið svipuð til að byrja með, hnerri og svona, kláði í hálsi eða eitthvað. En ef þú ert að fá hita eða þetta er að gerast hávetur eða eitthvað svoleiðis, þá nú ekki líklegt að þú sért með frjókornaofnæmi. Þá kannski líklega að þú sért bara með einhverja smá kvefpest. En ok, áður en við förum í meðferðir á frjókornaofnæmi þá datt mér í hug að tala aðeins fyrirbyggjandi. Það eru ýmis fyrirbyggjandi ráð til. Ég las nú inn á Náttúrufræðistofnuninni eitt ráð sem var að loka sig inni, loka gluggum, loka hurðum og halda sér heima. Ég veit ekki alveg hvort að ég mæli með því en þú veist, það eru sumir sem það virkar allavega og maður allavega getur maður haft það í huga að frjókorn eru virkust á milli þau eru mest í lofti á milli 7 og 10 á morgnana og 16 til 19 á kvöldin. Þau eru oftast á góðviðri stöðum þegar það logn, það að segja en síðan getur reyndar vindur líka ítt þeim á stað, þú veist, þeytt þeim á stað út í andrúmsloftið, svo maður í raun og veru aldrei óhultur. En á svona eins og í dag óveður úti, stormur, snjór á Austurlandi, þá held ég að þetta góður dagur fyrir fólk sem með grasaofnæmi almennt út september, að þau ættu líklega ekki að verða þess mikið var í dag úti, myndi ég halda. En ráð til þess að forðast ofnæmi getur verið að þurrka ekki þvottinn sinn utandyra, sofa við lokaðan glugga, þá takmarkar maður það magn sem að frjókornum sem að komast inn í inn til manns og festast í fötum og svona. Skipta reglulega koddaver. Það náttúrulega, maður mikil í snertingu við koddaverið sitt, 8 tíma á dag, 1/3 sólarhringnum, öllu jafna og ef það safnast gjarna fyrir frjókorn í svona taujefnum eins og koddum og sængurverum og svona og svo liggur maður á þessu í 8 klukkustundir og þá er maður kannski að anda að sér frjókorn alla nóttina. Þannig að það að gera skipta og þvo. Svo hægt að slá gras áður en það blómgast og þá kemur maður í veg fyrir að
að grasið hérna dreifir úr sér með frjónum. Þetta þú veist, ef maður býr með garð fyrir utan hjá sér, þá getur þetta verið gott ráð. Þvo sér hárið, skiptum föt, sérstaklega fyrir svefnin, þetta bara svo að koma ekki í rúmið og í koddan og svona. Bursta og þvo felld heimilistýra, það annað gott ráð. Þau eru aktív úti, kannski hlaupum í runnum og grasi og svo bera þetta allt með sér í feldinum. Síðan hægt að byrja 1 til 2 vikum áður en maður á von á því að fá ofnæmi á ofnæmis meðferð, byrja að taka nefspray og töflur kannski, og þá maður kannski, þá nær maður svona að kannski sigla í gegnum heilt sumar án þess að finna nokkuð tíma fyrir ofnæminu sko. Ef maður veit bara af því að maður með ofnæmi fyrir, eins og ég með ofnæmi fyrir öspinni líklega, hef aldrei testað það en held það, og þá fínt fyrir mig að byrja að taka Loratadine eða einhver ofnæmislyf 1 til 2 vikum áður en að ég býst við þeim í apríl eða maí. Reyndar ber að nefna að ofnæmistímabilin eru breytileg eftir hverju ári, stundum byrjar það í apríl, stundum byrjar það í maí, stundum kemur grasið fyrr inn, þetta fer svolítið eftir veðurfari, fer svolítið eftir bara hverju ári, þau eru misjöfn. Svo að lokum að þá þetta bara að fylgjast með veðurspánni. Góðviðrisdagar eru verri heldur en slæmviðrisdagar, þannig að maður passar bara í góðu veðri að vera tilbúin með einhver ráð ef maður ætlar að vera úti. En já, segjum sem svo að skaðinn skeður, þú ert búin að fá gusu af mikroskópiskum frjókornum yfir þig og upp í nef og augu og eitthvað, komin með frjókornaofnæmi og ekki hægt að fyrirbyggja lengur, hvað getur þá gert? Sko, það eru lyf til að byrja með, ýmis meðferðir sem eru í boði. Við byrjum bara á því að taka töflurnar fyrir. Og þá eru náttúrulega hægt að prófa í lausasölunni, hægt að kaupa lyf við ofnæmi, þá til dæmis Loratadine held ég á kólu, nei, snýr rétt hjá mér, Histasín, maður tekur eina töflu á dag af þessum, þetta eru langa algengustu típunar sem að kosta lítið, ofta hægt að kaupa bara 10 stykja pakningu, þar auki til Flynís mjög skylt Loratadine. Ef þú tekur Loratadine að þá það lengur að fara í gang heldur en Histasín, en það veitir samt lengri vernd líka en hefur verkun í lengri tíma, það að segja. Histasín oft fljótar í gang. Ég man að það eru margir apóteksstarfsmenn sem hafa sagt við mig bara persónulegri reynslu að þeim finnst Histasín virka betur við kláða í húð og Loratadine betur í kók og svona. Þetta mjög einstaklingsbundið og ég selði það ekki dýrara en ég keypti það sko. Þetta er bara svona það sem maður heyrir af reynslusögum annarra sko, ekki eitthvað sem staðfest sko. Og en með Flynixið, að það einnig til sem munndreifitöflur sem maður getur tekið frá Alvogen og síðan eru til sterkari, það freka nýlega komið, bara á seinustu árum búið að stækka aðeins frambóðið, allavega aftur eftir því sem var, og í lausasölunni og komin talsveit sterkari ofnæmistöflur í sko, sem maður hægt að prófa en það skalast svolítið upp með verði sko. Ef maður tilbúin að eyða aðeins meiri peninga, þá getur maður keypt Nevoxef og þessar eru mjög góðar. Þetta er það sem ég persónulega tek og ég vil meina að þetta sé langt best sko. En það mjög einstaklingsbundið. Einhverjir kannski myndi ekki finna mikið af þessu, en myndi finna Loratadine betra eða eitthvað. Þetta svolítið einstaklingsbundið. Síðan erum við með Kestin. Þetta eru eiginlega sterkustu ofnæmistöflunar sem þú getur fengið, sem eru bara svona venjulegar antihistamíntöflur. Það að virka þannig að slá á boðefni sem að setja á stað ofnæmisverkun í líkamanum og
eins og allar hinna töflunar hérna og ég átti einu svona gott spjall við ofnæmislækni á hérna sem kom í apótekið og var reglulegu gestur og hún sagði mér frá því að þetta lyf væri bara einn öflugra eða betra í raun og veru heldur en nokkuð sem að væri hægt að kaupa sem antihistamín gegn gegn lyfseðli og þetta fæst í lausasölu en ég held að einn pakki þarna á kannski eitthvað 5.000 en af litlum skammti en það vel þess virði ef að maður mjög slæmur að prófa það en hérna þessi lyf öll sem ég búin að sýna eða ykkur eru hérna ekki eins sljófgandi eða slævandi meina ég og ónæmislyf voru hérna í gamla daga fyrsta kynslóðin af ónæmistöflum fékk mjög slæmt orð á sig fyrir löngu síðan miðja 20. öld fyrir það að því að þau voru svo rosalega slævandi og mörg þeirra lyfja eru notuð bara nú dags ennþá sem bara svefnlyf en hérna þessi nýja kynslóð sem allt það sem í hérna sem búið að vera seinustu kannski 30-40 árin að þau eru að vísu slævandi fyrir suma en í miklu minna heldur en lyfin sem voru og hétu sko. Þannig að það ekki mikið ágefni þótt að sumir finni alltaf fyrir því sko. Sumir geta orðið þreyttir. En svo náttúrulega til lyf líka sem að virka staðbundið. Við erum með augndropa, til dæmis Levostín og Satiten. Þetta eru bara augndropar með antihistamínverkun sem að slá mjög vel á ofnæmiseinkenni. En í raun og veru þá annað sem maður getur prófað fyrst sko. Núna út af því að ég búin að útskýra fyrir ykkur hvernig frjókorna ofnæmi virkar. Þetta sem sagt mikroskópist hylki með próteinum utan á sem að að erta á þér augun og innan í nefinu og þá gott ráð og að hljómar of auðvelt til að vera satt í raun og veru en það gott ráð að reyna að fjarlægja frjókornin úr augunum. Þið getið prófað svona þetta eru augnhvarmabólgu klútar sem að heita Blefaklín og þeir virka mjög vel við að fjarlægja frjókorn. Maður tekur bara það eru 20 í pakka klútar, einnota klútar og maður tekur það út og fjarlægir bara frjókornin úr augunum með því að strjúka yfir augnlokin það að segja. Og síðan eru til Mívana saltvatnsdropar, þetta eru ísótónískir dropar sem að eru reyndar markaðsettir að stendur á norsku eða dönsku nefdropar en þetta bara saltvatn og þess vegna mæli ég með þessu að því að þetta á fínu verði og það mjög fínt að taka þetta og prófa að dreipis í augun á sér og reyna að fjarlægja bara frjókornin úr augun. Það getur oft dugað mjög vel. Líka ef maður finnur smá ertingu þá getur maður verið nógu fljótur og slegið á ofnæmið sko áður en það fer alveg á stað sko. En svona ef að það dugar ekki þá fyrst getur maður farið að prófa Satiten og Levostín myndi ég freka að segja sko. Það svona mitt mat. Allavega, svo það nefsprayn. Ef að það til spray til að hreinsa út úr nefinu. Ég mæli sérstaklega við Mívana aftur. Þetta eru droparnir. Þetta líka til sem spray. Það þá það bara í svona glasi sem að maður sprautar upp í sig bara saltvatni, hreinsa bara vel út og ég tek það fram að ísótónísk saltlausn það málið sko, eins og í Mívana, það ekki málið að fara að reyna að hreinsa úr sér augun með
með einhverju kranavatni sko. Notið frekar þetta, kaupið þetta er sterilt, þetta er fer betur í augun heldur en kranavatn. Og síðan erum við með sínumarinn til dæmis, þetta er líka bara isotónísk saltlausn, en hún er hún er mjög góð að því leyti að hún inniheldur líka dexpanthenol. Þetta er efni sem er gjarnan notað í alls konar kláða lyfjaformum, kremum, dropum og fleira til þess að draga úr kláða og ertingu. Og en þetta er ekki skráð sem lyf, þetta er bara vara sem að fæst í verslunum lyfjum, og maður sprautar þessu nefið og þetta hreinsar út, en leið að þá situr eftir þetta dexpanthenol sem að þá veitir sko, sem að gefur þessu, þú veist, maður finnur fyrir þessa svona frískandi, róandi tilfinningu í nefinu sko, sem að, og þú veist, þegar kláðinn fer sko, það má rekja til þessa innihaldsefnis. Að auki er þetta með svona þörungum í, sem að veita líka langvarandi raka og kom í veg fyrir að maður þotni upp. Það er eins og Otrivin til dæmis, nefspray, gott og gilt. Það er algengasta nefsprayið sem er selt út sem í lausasölunni með sílómetasólinni sem er skráð sem lyf, og það getur hjálpað manni að losna við nefstíflur og nefrensli, en það þurrkar líka upp nefið. En þetta gerir það ekki, og þess vegna mæli ég með því sko. Þá fær maður sömu hreinsunna, en situr ekki uppi með skraufþurra slímhúð í nefinu sko. En fleiri nefspray sem við erum með, það er líka Levostin sem ég sýndi ykkur á hann sem augndropar. Það er líka til sem nefspray sem virkar þá staðbundið með antihistamínverkun. En fyrir suma, eins og til dæmis sjálfa mig, þegar að dettur í maí og maður fer að finna fyrir öspinni eða birkinu eða hvað sem það er sem að hrjá mann, að þá fer að bólna inn í nefinu. Maður finnur fyrir bólgum verkir sem að þrýsta upp, getur fengið hausverk, verki meðfram, út, og svona mikla bólgur, þá gæti verið gott ráð að nota steranefspray í staðinn, sem eru staðbundin bólgueyðandi lyf þá í nefi. Bólgueyðandi sterar, til dæmis það er tvenns konar til í lausasölunni, tvenns konar innihaldsefni. Það er reyndar fleiri en einn samkeppnisaðili með það er Mometasone og Fluticasone stera nefspray. Þau virka bæði á sambærilegan hátt og hægt að nota til þess að draga markvisst úr bólgum í efri hluta öndunarvegs í nefinu og hér. Síðan reyndar ég mæli líka með sko, og veist, ég nota þetta það þarf að tala við lækni til þess að fá þetta. Það er ekki þetta er svona kannski fyrir ef maður er slæmur, að þá gæti og maður hefur samband við heimilislækni, að þá gæti hann metið það sem svo að maður þurfa að fá einhverju öðruvísi uppáskrifa nefdrópa. En svona almennt fyrir bara svo að sé alveg á hreinu með steran, að bara fyrir svona nefrensli og stíflur og svona, að þá eru sterarnir ekki að gera sig, að þeir slá ekki eins og vel á það, þeir hreinsa ekki nógu vel út. Stundum ef þú kemst hjá því að nota sterana og getur notað eitthvað annað eins og Otrivin eða Sinumarin Allergy Relief eins og ég sýndi ykkur á hann, að þá er það góður kostur, því að og forðast þá að nota sterana nema og sért með bara mikla bólgur í nefi. Síðan annar ráð sem að kannski ágætt að þið vitið af, en það er afnæming.
afnæmingarsprautur til dæmis. Það er lyf sem heitir Alutard. Það er þá það sem það felur sem sagt í sér að þetta virkar á svipaðan hátt og bólusetning. Þá eru það að fá einhvern ónæmisvaka á sprautuformi sem að hvetur sem að hermir eftir bara því ofnæmi sem þið eru með og því sprautað á nokkra vikna fresti, tekur 3 til 5 ár og þá að það að draga verulega úr ofnæmi sem eru með. Ef að þetta bara gert þegar mjög alvarleg tilfelli af ofnæmi og þetta því miður ekki 100% markviss meðferð á til að vera að duga frekar skammt og svona misjafnt. Það eru sumir sem að fara í þessa meðferð og það bara breytist líf þeirra til hins betra en stundum að þá missir það aðeins marks og dugir ekki svo lengi. Það er líka til töflur sem kallast Grasax og það virka með sambærilegu móti. Þá getur maður tekið þær, það er bara með uppáskrifa frá lækni, samkvæmt læknisráði, byrja 4 mánuðum áður maður að vona á því að fá ofnæmið og svo er það markvisst bara tekið næstu 3 árin til þess að fá sem mesta virkni og til að draga úr bara manns almennu ónæmissvörun. En þetta á líka, þetta er til ekki bara fyrir frjókornum, heldur líka kattaofnæmi, hundaofnæmi, allar tegundir af ofnæmi í raun og veru og flest öll af þessum lyfjum sem ég er búinn að nefna hingað til, allar töflunar, nefsprein og það, bara ágætt að nefna að þótt við séum að tala frjókornaofnæmi í dag, að þá á þetta líka við þú veist, ofnæmi fyrir kattahárum og hundahárum og fleiri öðrum tegundum af ofnæmi líka. Ok, núna er ég búinn að tala lyf sem að nokkur lyf sem að þarf að fara til læknis til að fá. Það er ágætt að þið hafið á bakvið eyra hvenær er málið hvenær get ég farið til bara í apótek og leyst vandann þar og hvenær þarf ég að fara til læknis. Og ef þið finnið fyrir svona einhverju ofnæmi kláða og svona, það er best ágætt að byrja á því að fara í apótek, en þið skulu leita til læknis ef að þið eru mjög slæm, ítrekað mjög slæm líka, og ef þið hafið keypt lyf í lausasölu sem að duga ekki, slá ekki almennilega á ofnæmið ykkar, ef þið eru barnshafandi eða með barn á brjósti og þurfið einhverja meðferð til lengri tíma við ofnæmi. Þess bara að nefna að Livostin sem að ég var að sýna ykkur á þetta má taka á meðgöngu. Livostin augndrópar með antihistamínverkun, Livostin nefsprey staðbundið, en flestar töflunar og svona er ekki ráðlagðar af okkur í apótekum. Við förum alltaf eftir leiðbeiningum sérlyfjaskrár, svo getur gerst að einhver ljósmóðir eða hjúkrunarkona mæli með einhverju en svona almennt að þá er flest af þessu off limits fyrir barnshafandi konur. En ef þú upplifir öndunarerfiðleika eða fær hóstaköst við áreynslu eða kannski á næturnar, að þá getur verið góð hugmynd að leita til læknis og fá ráð. Ef þú hefur einkenni frá öðru hvoru auganu en ekki hinu, það er þá kannski til marks augnsýkingar. Yfirleitt þegar maður fær ofnæmiskast í augun, að þá finnum við það í báðum megin, og þannig að ef það er bara öðrum megin, þá getur verið ágætt að heyra í lækni. En já, í apótekum lyfjum allt land taka lyfjafræðingar, lyfjatæknar, hjúkrunarfræðingar og annað sérþjálfað starfsfólk vel á móti ykkur. Við erum alltaf tilbúin að veita ráðgjöf. Þú getur fengið ráðgjöf hvar sem er líka á lyfja.is í netspjallinu og í appinu okkar. Við erum helst þegar kemur að frjókornaofnæmi
þá erum við langmest að mæla með áður maður fer í lyfin að taka bleffaklín ef það í augunum, reyna að þurrka þau burt úr augnhvörmunum þar sem þau sitja og eru að erta. Það ótrúlegt ef þið prófið það hvað maður kemst langt með það sko, bara í alvörunni sko. Bjargaði mér frá öspunum, klálega sko. Síðan það aftur mývanadróparnir, merktir sem nefdróparinn eru, þetta bara saltvatnslaust, þess vegna mæli ég alltaf með henni. Þetta alveg eins, það skiptir ekki máli hvort þetta fari í augu eða í nef og þetta hreinsar og mjög alveg til þess gert að fara í augu til að hreinsa frjókornin úr. Og svo Sinomarin Allergy Relief fyrir nef, ágætt að byrja á því til þess að viðhalda rakastínu og hreinsa vel úr nefi, ná burt bæði stíplum og nefrensli en leið líka skóla út frjókornunum. Það náttúrulega það sem að þessar meðferðir ganga út á til að byrja með. Það að losna við, bara reyna að fjarlægja frjókornin burt og þá fer ofnæmið ofta sjálfur sér. Ef að það dugar ekki, þá ágætt að prófa ónæmistöflur eða einhver önnur lyf. Þá fyrirlesturinn lokið. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að vera með okkur. Þið getið alltaf leita til lyfju til að fá ráðgjöf sérfræðinga. Við erum alltaf til staðar. Takk kærlega fyrir mig.